Nú ætlum við aðeins að kíkja á hvað við gerum þegar við rekumst á sviga. Áður en við kíkjum aðeins á svigan þá skulum við skoða hérna einfalt dæmi. Þetta hér er engin svigi, hér eru 2 mínusar. Hérna hef ég í raun val hvort ég mínusa fyrst þessar tölur eða fyrst þessar. Og af því að þessi er minni en þessi þá er eiginlega einfaldast að klára þennan mínus fyrst. Og það skiptir máli að skrifa þetta skipulega. Því að þegar ég reikna þetta saman, þá fæ ég 200, skrifa það hér. Og það borgar sig að skrifa þetta svona niður. Ekki að fara að skrifa eitthvað fyrir aftan. Og svo 200 mínus 80 er 120. Ef ég hins vegar sé sviga eins og við sjáum í dæminu hérna megin, þá á ég skilyrðislaust að gera svigan fyrst. Ég má ekki gera neitt fyrir en ég er búin að klára svigan. Og hérna fæ ég 130 út úr sviganum. Skrifa svo það sem er eftir og 250 mínus 130 er 120. Ég fæ sömu tölu út úr þessu. Þó að það sé mínus, þetta eru alveg sömu tölur í sömu röð, hér og hér, en það er mínus hér og það er plús hér. Það er vegna þess að þessi mínus hér, hann virkar þannig að þegar ég geri þetta fyrst, þá legg ég þessa tölu saman eins og að því að plús hér og dreg það svo báðar frá þessari tölu. En hérna, þá dreg ég fyrst þessa tölu og svo þessa frá upphaflegu tölunni. Þannig að ég er í báðum tilfellum að draga báðar tölurnar frá tölunni sem ég byrjaði með. Jósefína á 25.000 krónur, hún fer á útsölu og kaupir gallabuxur á 9.900 krónur, tölvuleik á 5.300. Þetta setjum við eins upp, það er að segja, hún á 25.000, hún verslar fyrir, hún eyðir, þá drögum við það af og setjum það inn í sviga það sem hún kaupir, 9.900 pluss 5.300. Svo klára ég svigan, út úr sviganum kemur 15.200 og hún á þá, og svo skrifa ég restina hérna, og út úr þessu kemur 9.800 krónur sem hún á í afgang, af því þetta er bara það sem kemur út. Á hún nót þess að kaupa sér aðrar gallabuxur? Nei, en hann vantar bara 100 kall upp á. En hún getur þess vegna farið heim og grenjaði mömmu og fá 100 kall í viðbót til þess að græja einar buxur í viðbót. Brandur og Bassi ætla að halda upp á afmæli sitt. Þeir kaupa gos fyrir 2.000 krónur, fá 120 krónur tilbaka þegar þeir skila flöskunum, en áttu 2.200 þegar þeir byrjuðu. Hvað eiga þeir mikinn pening eftir þetta allt saman? Þeir áttu upphaflega 2.200 krónur. Þeir kaupa gos fyrir 2.000 krónur, en ef við setjum svigaautunum þá, tökum það sem þeir keyptu inn í svigan, þeir fengu tilbaka, það er að segja, þeir draga það af gosinu, það sem þeir fengu fyrir flöskurnar. Og nú reknum við út hvað kemur út úr sviganum sem er 1.880. Svo það sem var fyrir utan svigan. Og svo dreg ég þetta frá og ég fá 320 krónur. Ef þið þurfið að setja þessi mínustæmi upp, þá bara gerið þið það. Fínt að æfa sér svolítið í að setja upp svona dæmi. Síðasta, það er alveg sama hvort við erum að rekna flókin dæmi eða einföld, löng eða stutt. Það margborgar sig að setja þetta eins upp, að rekna þetta niður í svona þrýrning. Það er að segja, skrifa hérna 12 mínus 5 er 7, 3 mínus 2 eru 3, pluss á milli útkoman er 10. Þá verður þetta svona hálfgerður þrýrningur. Þetta lítur út fyrir að vera einfalt, en eftir því sem dæmin verða lengur og flóknari, þá skiptir máli að setja þetta skipulega upp.
þá eru líkurnar á að gleyma einhverju minni. 62 út úr þessu kemur 51 mínus út úr þessu kemur 11. Þið sjáu, þegar ég seti þetta skipulega upp þá er þetta miklu einfaldara. Og það að setja þetta svona upp í staðinn fyrir að skrifa svarið hérna einhvers staðar fyrir aftan, það er bara tóm steypa og er uppskrift af að maður gleyma einhverju og rugla einhverju saman.